Halló? Ok. Halló, halló. Þetta er Steinunn sem talar beint frá Egilshvöll. Allt gott. Á ég að halda áfram að tala? Já, góðan daginn. Ég heiti sem sagt Steinunn Erla, ætla að lýsa þessum leik í dag. Þetta er leikur Fjölnis á móti SA og það styttist í að hann byrjir. Ég ætla bara að byrja að kynna liðin og við byrjum á gestunum. Númer 5 er Gunnar Arason, númer 6 Heiðar Jóhannsson, númer 8 Birkir Einarsson, númer 10 Jóhann Leifsson, númer 11 Pétur Sigursson, númer 17 Halldór Skúlason, númer 18 Ormur Jónsson, númer 20 Atli Sveinsson, númer 23 Hafþór Sigurnarsson, númer 24 Back in Business Björn Jakobsson. Gaman að sjá hérna 2 í röð. Númer 25 Ingvar Jónsson. 2 nokkuð reyndir í þessu mættir aftur. Númer 44 Andri Sverrisson, númer 55 Jakob Jóhannesson, númer 91 Róbert Hafberg, númer 96 Matthías Stefánsson, númer 36 Sigurgeir Bjarki Sörusson og númer 19 Andri Már Mikaels. Og þá er það okkar heimamenn í Fjölni. Númer 1 Fjölnis konan Holly Steeples sem að mun spila í markinu í dag vegna veikinda markmanns. Númer 4 Martin Simanek, númer 7 Sölvi Egilsson, númer 8 Kyle McCann, númer 9 Róbert Pálsson, númer 14 Steinar Grettisson, númer 18 Drew Jakob Barron, númer 19 Kristján Kristinsson, númer 21 Emil Olengard, númer 27 Falur Guðnason, númer 29 Jón Aðalsteinsson, númer 33 Úlfar Andrésson, númer 77 Viggo Hlinsson, númer 6 Haukur Karvelsson, númer 84 Hektor Hrólfsson, númer 86 Vignir Arason, númer 88 Tómas Vídal, númer 91 Mikael Atlason, númer 72 Birgir Þór Birgisson og númer 12 Viktor Svansson. Og dómarar í leiknum, ég sé nú bara aftan á þá, en aftan á sýnist mér þetta vera Óli, Andri og Elva. Geysi gott teymi. Hérna koma liðin inn á. Þetta er ekkert Andri, þetta er hann Sindri. Sindri er aðaldómari leiksins og á línunni eru Óli og Elva.
Jæja, þá eru liðin að koma sér fyrir og þulurinn að klára að kynna inn leikina. Ég náttúrulega löngu búin að því, leikmennina. Allt klárt. Já, þetta byrjar bara eftir nokkrar sekundur með smá snertingu á miðjunni. Smá snertingu í varnarsvæðinu líka. Akureyringar greinilega mættir til þess að láta finna fyrir sér. En Fjölnir nær þessu út og það er æsing eða ísing. Nú liðið sem að sendi pökkin í ísingu má ekki skipta og þið sjáu að línudómarinn og Elva er að kalla þarna einn inn á sem að var eitthvað að reyna að lauma sér út af. Þarna er færi rétt við markina, hann hittir ekki pökkinn. Hann Róbert. Akureyringar er ennþá í sókn, ná að halda honum inni. Róbert er þarna með pökkinn í horninu en til varnar er Martin Simanek frá Tékklandi sem er að koma nýr inn í lið Fjölnis. Og Fjölnir með skot á mark, það er hann Vignir. En Jakob verð þetta. Róbert tekur skot á markið en það er varið. Þjálfarar liðanna eru þeir sömu og í fyrra. Sami og Rúnar hjá Akureyringum og Emil Hollengard hjá Fjölni hér í Reykjavík. Emil er klæddur í galla þannig að hann spila með. Skot framhjá hjá Jóa. Holly verð þetta. Og þess að setja pökkinn út fyrir. Vignir með pökkinn, nei ekki Vignir, Viktor. Ég smárið góðu nafnunum, þið bara gefið mig breyk fyrir það. Það mætir Emil Jóaleifs hérna í
í face-offinu. Björnin vinnur þetta og nær vonandi að koma upp sókn hérna. Nei, pökkurinn aftur út af. Það búið að vera svo lítið miðjubras hérna. Tökum við uppkasti á miðjunni. Já, Jói tók þennan pökk. Og Akureyringar ná upp góðu spili hérna á miðjunni og kom honum inn í svæði. En fyrstur í pökkinn er Fjölnismaður. Og þeir ná að koma honum út. Ekki alveg, en gera vissulega sitt besta. Jæja, Emil er komin í pökkinn. Sendir á Fal. Hérna svolítið blind sending yfir á miðjuna en hann nær nú ekki að halda pekknum alveg til þess að koma sér í gott skotfæri. Atli heldur pekknum inni en Fjölnismenn á honum. Vignir skautar með pekkin. Úli með honum. Atli sendir yfir á, hann rétt missir af honum. Heiðar. Rúllandi skiptingar hérna, þannig að það er smá fram og tilbaka með pökkin en núna vonandi ná menn að setja upp sókn öðru hvoru megin. Martin skautar upp með pökkin. Nær sendingu fyrir en rétt missir á honum. Róbert er með pökkin. Róbert var að eignast barn núna í vikunni. Óskum honum til hamingju með það. Nú sjáum við Bjössa og Ingvar komna inn á í skiptingu. Bjössi, varnarmaður sem hann er, var að taka face-offið. Þetta er einhver ný taktík. Ingvar kom með pökkin upp á marki, nær sendingu fyrir og það er skorað. Gamli refurinn með stoðsendingu. Náðu að senda hann fyrir á Mattías Stefánsson, númer 96 sem að skorar. Held að það sé rétt hjá mér. Sindri er að staðfesta þetta fyrir mig. Markmaðurinn Holly er að spila með kvennaliðinu hérna í Fjölni. Er 25 ára gömul. Var að spila á Spáni á síðasta ári. Það er bresk stelpa. Mjög efnileg. Sýnir hérna flottan leik að stíga upp í liðið vegna veikinda. Jú, þetta er staðfest. Mattías skorar með stoðsendingu frá Ingvari. Nei, Sigur segir með Holly, það er nú ekki fyrsta skipti sem að kona hefur spilað leik. Hún Sara Smiley spilaði leik með SA fyrir einhverjum árum. Einnig hafa fleiri spilað leik. Kristín Ingadóttir hérna í Fjölni og ég sjálf, minnir mig, spilaðum hérna með þegar Fjölnir var með 2 lið. Ég man nú ekki einu sinni hvað hét liðið. Þegar voru með... Já, þetta er einhvers staðar aftarlega í minninu.
En ég held ég fari rétt með mál. Jæja, sjáum hvort þeir ná að byggja hérna sókn. Kristján heldur pucknum. Hann er ennþá með hann, en Akureyringar komast inn á milli í sendinguna og eru snöggir að snúa. Matthías missir hann samt. Úli nær pucknum, en hann heldur honum ennþá. Sendir upp á bláu. Það er Martin fyrir. Nei, hann skýtur í stöngina og upp og yfir. Þetta var nú nokkuð flott skot. Það var skipting. Fyrir þá sem að vita lítið íshokkí, þá spila menn mjög stutt inn á í einu og eru að keyra 100% allan tíman. Þannig að góð skipting væri kannski 40 til 60 sekúndur ef þú ert á fullu. Þess vegna erum við með marga menn á bekknum til þess að skipta út. Köllum þetta línur, þannig að nú er ein lína inn á og skiptir gjarna við aðra línu. Vel spilað hérna hjá Steinari. Þetta er Steinar Grettisson, hann er Akureyringur og var í SA. Jói náði þarna skoti wraparound marki og Sindri er með hendina uppi, það er biðdómur. Fjölnir eru að fara að missa mann út af. Númer 29. Jón Aðalsteinsson fær dóm fyrir interference, sýndist mér. Já, interference. Jón Hlífar. Hann fær þá að sitja í 2 mínútur í boxinu. Á meðan spila Fjölnir einu manni færri, verða 4 á móti 5. Það sem við köllum penalty killing og þá eru Akureyringar í powerplay. Nú er smá bið meðan að dómurinn er að koma upp á töfluna og þá flautar Elva biður leikmennina að koma að og við byrjum aftur. Vel gert, Fjölnir nær pucknum. Emil fer hérna í hann. Nú þurfa þær bara að koma honum út fyrir svæðið. Og Fjölnismenn komast í sókn, eru hérna einu færri og nær góðu skot á mark, en það er framhjá. Akureyringar, þeir vilja nú eflaust hægja aðeins á sér núna, en náði ekki. Fjölnir nær aftur að trufla þá. Tómas Vídal, 88, er þarna að reyna að halda pucknum. Viktor dundrar honum bara út af. Þetta er nú vel gert. Akureyringar þurfa þá að byggja sókninin sína aftur upp frá hinum endanum. Nú hægja þeir á, vilja fá alla inn á, stilla upp og keyra upp kerfi. Jói skautar inn með puckinn og setur hann á Gunnar sem ætlar hann á skoti. Nei, hann sendir hann. Nú náðu þeir góðu spili vonandi og stilla upp. Andri Már nær pucknum. Gunnar setur hann upp í hægra hornið. Þetta var snyrtilega gert. Holly sér ekki puckinn koma, sýndist mér. Þetta var vel gert hjá Akureyringum. Og staðan er þá orðin 2-0. Og það byrjum við aftur. Óli fær hérna skot í sig.
frá Róberti. Maður finnur oft til með dómarunum þar sem maður hefur gert þetta líka, að vera að dæma. Það er mikla skylmingar í gangi. Liggur kylfa á ísnum, einhver er kylfulaus. Herðu smá læti hérna í horninu. Það sem leikmanni Akureyrar númer 20 finnst illa á sig leikið. Ræðir hann aðeins við Sindra en er að fá 2 mínútur. Þetta er Atli Sveinsson. Segir að Fjölnismaðurinn hafi haldið sér. En fær 2 mínútur fyrir röffing. Og þá leika Akureyringar einum færri í 2 mínútur. Og við sjáum hvort að Fjölnismenn ná að stilla upp, gera sér mat úr þessu. Emil talar hérna við sína menn. Það er eitthvað plan í gangi. Svona það sem maður kalla föst leikatriði. Nú ætla þeir að stilla upp og reyna að koma skoti. Vel gert. Emil kemur skot á markið en Jakob varði. Róbert setur hann yfir á Emil aftur. Viktor að reyna að koma sér fyrir í miðjuna og þeir komast inn í sendinguna. Heiðar kemst inn í sendinguna, setur hann langt yfir og þeir þurfa að stilla upp aftur. Jakob ver þetta. Skot rétt framhjá. Akureyringar er hérna einum færri en náðu að koma skot á mark en þá kemur Fjölnir Tómas náðu að skauta upp meðan Martin er skoti en Úlfar með pökkinn hérna, sendir hann á Emil sem sendir hann á Róbert. Róbert nær skotinu rétt framhjá. Emil berst pökkinn. Martin hjálpar honum. Fyrir hérna, sendir hann á bláu. Nú þurfa Fjölnismenn að fara að ná skoti á markið til þess að nýta. Það eru 14 sekúndur eftir af dómnum. Emil með pökkinn, Falur nær með skautanum að setja hann fyrir fram að segja en það var ekkert úr þessu. Snöggur að snúa núna, Andri Már og Falur í baráttu. Falur er ennþá hérna í mikilli baráttu í sóknarsvæði sínu. Og Gunnar, nei þetta er ekki Gunnar, þetta er Pétur. Sendir hann yfir í æsing. Eða ísingu. Ísing er ef að þú sendir pökkinn fyrir aftan miðju yfir og þá fer pökkurinn yfir 3 línur, miðjulínuna, rangstæðlínuna og endalínuna og þá missir hann í raun og veru. Þú færð hann tilbaka í þitt endasvæði. Þú átt ekki að hagnast á því að dundra honum yfir í varnarsvæði hinna. Þannig er aftur ísing.
Akureyringar vinna þetta, Pétur með pökkinn, þeir ná að spila honum út, senda hann hérna þvert yfir ísinn og ná þeir að koma, Holly verð þetta og svo skjóta þeir fram hjá. Ég finnst afsökunar ef það verist sem ég haldi með Holly í þessum leik, en ég gera það smá. Mér finnst ótrúlega aðdánavert að hún hafi leyst þetta svona með því að stíga upp og koma í mark hérna. Smá miskilningur hérna, Drew með pökkinn, komnir inn í svæðið. Sölvi grípar hann hérna. Akureyringar komnir í sókn. Gunnar stillir upp, sendir hann hérna, varnarmann, setur hann svo bara inn í svæðið, en þarna er Martin á milli. Sending aftur sem að fer í ramman og framhjá, ekki nógu nákvæm. Emil skautar hérna framhjá tveimur, nær skoti, en Jakob ver. Svo knúsast þeir þarna, það er mjög vinalegt, svo nót að vera. Það var allir tilbúnir. Björnin vinnur þetta. Þannig er Jakob ver þarna skot á stuttu færi. Akureyringar er strax komnir í sókn. Setja hann djúpt inn í svæðið. Þar var Hafþór. Björn er komin með pökkinn. Að missa hann á vondum stað. Þarna er ekki gott að missa pökkinn. Skot glæsilega varið. Holly ver þetta byggir upp sjálfstraust. Hann var kannski á leiðinni framhjá, en það er gott að taka svona pökki. Það eru 6 mínútur eftir á fyrsta leikluta og staðan er 2-0 fyrir SA. Úli og Heiðar mætast núna hérna í uppkastinu. Skot sem að Holly ver aftur. Gunnar með pökkinn á bláu, skýtur og það fer í varnarmann Fjölnis. En pökkurinn fór aftur inn í svæði og núna koma Fjölnismennunum út. Viktor skýtur bara. Já, það er allt í lagi að skjóta bara. Kannski ætla hann Jakobi að spila pökknum út af því að það kom aður á siglingu hinum megin. Jói og Steinar tilbúnir. Skot, en það fer í leikmann og svo framhjá. Steinar með pökkinn, hann niður í horninu. Reynir að leika á 2, hann kemur Fjölnis Már og hjálpar honum. Gott uppspil sem aðeins ná ekki alveg að klára það. Við fáum vonandi skot á Mar, nei. Sending fyrir á Hafþór. Vignir kemst inn í sendinguna hans fyrir og nú er bara að gefa í. Jakob sendir þennan frá. Steinar og Andri Sverris berjast um pökkinn. Andri Sverris á einmitt afmæli í dag. Til hamingju með það.
Akureyri nær að halda pökknum hérna í svæðinu. Það barátta í horninu og Fjölnismenn kom út með pökkinn. Vignir setur hann tilbaka. Þeir eru að fara í skiptingu þannig að þeir hægja aðeins á. Gefa mönnum tíma til þess að skipta. Akureyringar skipta líka. Og svo stilla upp. Það mistast aðeins, þá prófum við bara aftur. Setjum pökkinn aftur fyrir. Það var ekki planið held ég. Pökkurinn er komið fyrir og vel gert Holly. Róbert nær að koma honum út. Sending hérna fram á Fal. Þarna smá svona stimpingar heitir það. Þessi missir sig aðeins. Hvað? Menn eru aðeins að missa stjórn á skapi sínu hérna. Þetta er ekki skemmtilegt og ekki til fyrirmyndar. En þá bara má kæla sig niður. Nú eru þeir að ræða málin. Háið ykkur bara sæti, kalla mínir. Falur og Róbert sýnist mér. Þá að kæla sig niður. Og Róbert Freyr sest líka niður með Falið. Nú ætlar Sindri að lesa upp refsingarnar og nú mega kaftinarnir standa hér og heyra síðan hvað dómarinn útskýrir. En það skiptir eiginlega engu máli hvað þeir segja. Þeir hafa engin áhrif á leikinn. Það er dómarinn sem setur refsingarnar niður en Andri og Kristján fóru útskýringar á þessu. Nú, Andri Már, fyrirliðinn er komið tilbaka eftir meiðsli, herði ég. Dómarnir eru komnir upp, þeir eru allir að fá 2 mínútur. Og svo heyrum við hvað kynnirinn segir, líklegast fyrir röffing.
Mér sýnist dómarnir hafa bara verið jafnaðir út. Leikmenn Akureyrar spila 5 á 4 Fjölnismenn. Það eru 2 í boxinu frá Fjölni og 1 frá Akureyri og allir fengu þeir sama dóm á sömu sekundu og þar leiðandi getur dómarinn jafnaða út. Og þá eru Akureyringar í powerplay. Það missir pökkinn hann framhjá, Jói nær honum, Gunnar setur hann niður í hornið á Andra. Og Fjölnir nær pökknum og þeir setja hann út fyrir, fara í skiptingu, koma ferski fætur inn á. Jakob markmaður fljótur að spila pökknum aftur inn á miðju, þannig að Akureyringar komast nokkuð snöggt í sókn aftur. Pökkunum komin út fyrir og dómari flautar. Og við erum byrjuð aftur. Barningur hérna upp við ramman. Þetta finnst þeim gaman. Það finnst öllum gaman. Bjössi kominn á blálínuna. Þar þekki hann aðeins betur en þarna í senternum eins og hann spila áðan. En spennandi. Gaman að breyta. Fjölnismenn berjast þarna á fullu, eru manni færri í 28 sekundur viðbót. Akureyringar vilja auðvitað koma að marki. Oliver, þetta skot frá Atla. Þá tökum við upp kastið hérna vinstra megin í varnarsvæði Fjölnis. Og Martin nær pökknum. Interferensdómur á Vigni í Fjölni. Þetta var ekki góð tímasetning. Vignir fer út af í 2 mínútur og þar leiðandi eru þeir 3 inn á. Það er bara skemmtilega áskorun. Kannski er einhver að velta fyrir sér. Hvernig á maður að stilla upp ef maður er 3 á móti 5? Þá er hann oftast bara svona þríhyrningur. Það eru 2 neðar í vörninni og 1 í miðjunni fyrir framan þá aðeins ofar. Og svona vilja þær gera. Koma pökknum út, inn á dúndranum þarna. Holly tekur þetta skot frá bláu. Ég veit ekki, Akureyringar gætu nýtt þetta aðeins betur. En þeir ná ekki að stilla honum vel upp. Þetta er vel gert hjá Fjölni og fá 4. mann inn. Þá náðu skotinu. Róbert nær þarna að verja pökkinn út. Oliver, gott skot frá bláu línunni frá Gunnari. Akureyringar eru með pökkinn. Jói upp á bláu. Andri skautar inn á skotið, það er framhjá. Og Akureyringar senda hann út. Drífa sig í skiptingu allir. Gunnar kemur snöggur nær skoti en það er beint á Holly sem að vera þetta. Nú kemur Falur inn á og Róbert Hafberg úr Essa. Og þá eru Fjölnismenn ennþá samt 4, þar sem að þetta var jöfnunarmennirnir, þeir sem fengu jöfnunardóm áðan. Þeir sitja þá í 2 mínútur og koma inn á fyrsta flauti eftir að 2 mínúturnar eru liðnar. Þannig að þeir fara báðir beint á bekkinn.
Holly verður þetta skot frá Bjössa og Fjölnir kemur pökknum út. Bjössi er aðeins að hægja á því og er snöggur að snúa. 2 á 3. Nú þarf að róa og stilla upp. Flott. Fjölnismenn verjast þessu og ná komunum út. Sölvi gerir það. Og þá skipta þeir og feska fætur. Nú er mínúta eftir. Holly verður þetta. Þetta er langur tími að vera einum færri. Þess að Björn eru búin að spila núna í 4 mínútur, en þeir eru búin að halda þessu nokkuð vel. Og Akureyringar fá góðan tíma til þess að stilla upp. Nú eru 7 sekúndur eftir sem að þeir eru einu færri. Tómas sendir hann út, nei þetta er Emil. Emil sendir hann út fyrir. Og gerir það stutt og hægt að Akureyringar voru lengi að ná í hann. Gefur liðinu þar alveg meiri tíma til þess að skipta og stilla upp. Og nú er spurning hvort að við fáum mark þessar 10 sekúndur sem er eftir. Nei, hittir pökkinn illa hann að Gunnar, náði ekki góðu skotumarki og tíminn líður út. Líður hjá. Maður er rosalega meðvitaður hvað maður segir þegar maður er að lýsa svona leik. En já, við þökkum fyrir fyrstu lótuna. Ég ætla að taka með smá hlé. Og svo höldum við áfram eftir 14 mínútur cirka. Takk.
Jæja, þá förum við að byrja þetta aftur. Sindri Veif og Leon og þau megi koma inn á. Markmennir byrja alltaf á að fara í mörkin og skauta aðeins til bláu krísuna sem fyrir framan markið. Þetta er kallað krísa. Það ekki gott að vera í krísu í krísunni. En þið sjáu að Jakob, ef þið sjáu það, að hann Jakob búinn að skauta þarna aðeins fram og tilbaka og gerir ísinn ekki alveg jafn sleipan og hann nær þar alveg aðeins betra gripi. Holly ekkert að brasa af þetta greinilega, hún þarf ekkert betra grip. Hann með awesome grip. Liðin búin að stilla sér upp. Svo segja þær brandar alltaf aðeins í miðjunni með henni bíð eftir að tíminn líði. Emil og Jói mætast aftur. Fjölnir missir pökkinn alveg niður í horn og Gunnar fyrstur í hann. En Björnir spila honum út, gott uppspil. Emil kemur honum yfir en ekki ísing. Þetta var, þó sýndist mér yfir einhverja línur en ég ekki dómarinn í vísnum, þannig að mikil barátta hérna í sóknarsvæðinu. Bjarnamenn með pökkinn. Og gott skot frá Viktori, en beint á Jakob. Fólk segir mér ýmist Fjölnir eða Björnin, bæði mjög rétt. Þannig að fyrir þá sem vilja heyra Björnin, þá ég hugsa að nota þessa lotu til þess að segja Björnin. Og svo ætla ég að tala smá útlensku. Hello friends from Czech. Welcome to our streaming here in Reykjavík. Shout out to you guys and thank you for Martin. Það útlensku talinu lokið í bili. En það verið að horfa á leikinn okkar á ýmsum stöðum og greinilega í Tékklandi þar sem við fengum litla kveðju á streyminu. Þið megið gjarnan senda kveðjur, það svo skemmtilegt. Þá get ég nefnt ykkur í útsendingunni. Sum. Gott skot frá Emil. En Jakob þetta. Nú væri rosa gott að koma marki til þess að gera leikinn örlítið meira spennandi. Steinar heldur honum inni. Og honum það minna í pekkinum. Þegar maður byrjar að tala svona ísokki mál og slangur þá kannski ekki allir sem að skilja. Ég kannski reyna að útskýra af og til eitthvað sem ég held að allir skilji. Og svo hann nú einnig með svona íþróttir að sum orð bara þýðast ekki yfir á íslensku eða eru þýtt en ná engu hvað segir maður, ná ekki góðu rúlli, enginn notar þau og þess vegna notum við powerplay og penalty killing og svo framvegis. Ég tala bara svona með hana þeir eru að stilla upp, það var lítið að gerast, þá þarf þulurinn að bulla svona eitthvað. Andri með pökkinn og góð sending fyrir en rétt missir af honum hann Mattias. Atli sendir hann yfir, Fjölnismenn, Bjarnamenn á honum. Tómas sendir hann fyrir. Og nú smá skipting. Akureyringar koma honum út, beint í Bjarnarhendur. Jói með pökkinn, hægir aðeins á, bíður eftir mönnum til þess að senda á, en falur nær honum. Okkar maður Martin. Okkar maður, ég hef aldrei hitt hann, en þú veist. Okkar maður Martin með pökkinn. Emil sendir hann
Þeir voru ekki nógu snöggir hérna að sjá hvað maður að hugsa. Sendingin aðeins svo langt fyrir framann. Emil, hann náði honum ekki. Það var dæmt æsing. Þá fer pökkurinn alveg yfir. Og þið munið að þeir mega ekki skipta þegar æsing, þannig að þið sjáu hvernig menn halla sér svona fram á hnén. Það er verið að ná andanum aðeins áður en að þið keyra allt upp aftur. Þegar þú nærði ekki skiptingu út af ísing, þá ertu kannski inn á í 2 skiptingar. Sem að er ansi mikið ef þú keyrir á 100% hraða í 2 mínútur jafnvel. Þú verður dauðþreyttur eftir það. Emil nær honum illa, hann fekk sendinguna aðeins fyrir aftan sig. Nice, fake, en Holly verið þetta. Vel gert stelpa. Heiðar með pökkinn, sendir hann, en Björnin kemst á milli. Og þá kemur Emil, Úlfari með honum. Ef þið ekki með Úlla á Instagram, þá mæli með því. Hann er með hrikalega flotta ferðaþjónustu. Þetta var algjörlega óumbeðið plögg. Kristján Albert skautar upp með pökkinn. Nú þurfa strákarnir að fara að komast í gott skotfæri. Róbert er hérna niður í horninu. Spila, eins og Elva segir, það var snerting. Handarhreyfingin sem hún gefur til kynna að það var snerting þó að pökkurinn hafi virst verið að fara yfir 3 línur. Kristján Albert er með pökkinn. Komin upp á bláu. Þar er Drew, er það ekki? 86. Nei. Vignir. Sama hárgreiðsla. Afmælisbarnið Andri sendir hann yfir, en það var ekkert úr þessu. Nú viljum við fara að sjá eitthvað. Akureyringar er með pökkinn. Andri lék þarna með hann. Jói er niður í horninu. Og þeir eru fyrstir í hann hérna hinum megin. Það þarf svolítið að hreyfa lappirnar ef maður ætlar að vera fyrstur í pökkinn, sem maður vill alltaf gera. Og þar maður skautar hraða. Vel gert hjá Holly. Skot af stuttu færi hjá Hafþóri, en hún verið þetta. Þessi fer bara yfir. Pétur nær að halda honum inn í svæðinu, varnarsvæðinu. Ef einhver segir svæðinu, þá er það bara svæðið sem maður er að spila í. Já, ég er kennari. Þarna var Pétur að reyna að koma honum, náði ekki alveg að hitta nógu vel. Jón sendir hann yfir, Vignir er þar með pökkinn, setur hann yfir. Þetta er ekki ísing, þar sem markmaðurinn fór út úr markinu og þá dæmdu línudómarinn hennar af. En vissulega fór þetta yfir 3 línur. Þetta var gott skot, færi hjá Bjarnamönnum. Þessi er á leiðinni út. Ágætt tjekk þarna sem að Vignir sneri sér með bossan á hann. Ítt honum upp á rammanum, þetta var töluverður háaði og hann fekk mikið hrós frá bekknum hjá sér. Varnarmannabekknum. Varamannabekknum. Nei, ekki varamenn. Bekknum. Elva stillir mönnum upp. Og Bjarnamenn gefa í Tómas. Beint á Fal. Falur dettur hann næra að setja kiluna í pökkinn. Þarna er einhver heldur pökknum upp í ísinn. Stundum eru menn að tefja þess. Eða eru bara í vanda, koma hann ekki burtu, þá er bara skautanum haldið upp í pökkinn og
Gott færi fyrir Akureyringar en smá klúður. Allt í góðu. Hröðsókn yfir. Viggo kemur þarna. Skotið fram hjá. Falur í baráttunni. Emil tilbúinn. Þeir skipta. Emil býður eftir kalli. Jæ! Þetta var gott færi. Það er æsing. Akureyringar mega ekki skipta. Allir með það á hreinu. Og ef þú ert að fara að byrja að spila íshokkí og svo ferðu að keppa í leik, þá er rosalega vel gert og þú nærðir í velvilja hjá dómara. Og þú réttir honum alltaf pökkinn sem leikmaður. Þá, þú veist, þú græðir ekkert, hann dæmir alveg á þér og brýtir af þér, en þú nærðir í góðan vilja. Það skiptir máli. Gunnar skautar hann upp nær sendingu. Þeir koma honum inn. Holly stoppar pökkinn. Bjössi. Reynslubolti. Kannski elsti maðurinn inn á svellinu. Ég veit ekki hvor á afmæli á undan, Bjössi eða Ingvar, en þeir eru þeir einu sem eru yfir 40 hérna. Vel gert. Steinar Grettis sendir á Thomas. Nei, jú. Kyle, ég meinti Kyle. Kyle McCann, hann kemur frá Bandaríkjunum. Þetta var Thomas. Nei, þetta var Mikael. Góð sending á Jóa og Jói spilar sig hérna gegnum, sendir fyrir, hann rétt missir á honum. Gott færi hjá Akureyringum og nú kemur vonandi gott færi í staðinn hérna hinum megin á ísnum. Nei, þeir komast ekki lengra. Hafþór, Jói og Andri ná flottu spili saman í svona þríhyrning. Þetta er mjög basic, hvernig þú vilt stilla þér upp í sóknarsvæðinu og skora. 3-0 fyrir Akureyri. Tíu mínútur eftir af öðru leikluta. Ég var svo mikið að horfa á spilið að ég horfði ekki alveg hver er að skoraði markið, en enda skiptir það ekki alltaf öllu máli. Það er uppbyggingin á spilinu. Það er oft fólki sem að vinnur fyrir leikjunum. Það eru þeir sem eru í baráttu allan tíma. Enda færðu í íshokkí jafnmörg stig fyrir að senda pökkinn á þann sem skorar eins og fyrir að skora markið. Þú fær 1 stig fyrir að skora og þú fær 1 stig fyrir stóðsendingu. Og í hverju marki geta 2 fengið stóðsendingu. Og markmenn geta fengið stóðsendingu. Þessa reyna aftur að komast upp í sóknina, eru komnir inn í svæðið. Þarna er barátta um pökkinn. Mikið ýtingar núna. Þar. Já, það er Andri sem að skorar. Með stóðsendingu frá Jóa og hvað sagði ég?
það sem ég sagði á hann. Róbert kominn í uppkastið. Center. Úlli sendir hann fyrir, kannski blindandi, en allavega var það ekki beint á neitt. Góður sprettur hjá númer 18 frá Akureyri, Ormi Jónssoni. Robby setur hann niður í hornið, það gerir hann viljandi til þess að byggja upp spil þarna. Þá kemur annar leikmaður skautandi í pökkinn. Þó þeir hafa nú ekki náð að gera sem mat úr þessu. Vignir greip pökkinn og setur hann niður. Varnarmaður má gera það. Hann má bara ekki kasta honum á félaga sinn. Þá það kölluð handpass, handsending. Viktor yfir á Kyle. Og Akureyringar komnir í sókn. Sending fyrir, en Jói setur hann fram hjá. Enda með Vigni alveg í sér. Það yfirleitt ekkert auðvelt að athafna sig beitt fyrir fram á markið. Andri þarna í baráttu með Vigni. Viktor, Gunnar og skot, það yfir. Annað skot, vörnin tekur þetta, það Viktor sem tekur hann með fætinum, núna með skautanum. Menn setja sig fyrir alla pekki. Vignir rétt missir á honum, Viktor tekur hann. Það pressa frá Heiðari. Já, það var rángstæða. Rétt lesi hjá Óla. Rángstæðan í íshokkí þannig að pökkurinn þarf að fara fyrstur yfir bláu línuna. Ef það leikmaður fyrir innan í þínu liði, þá þarf hann að fara með annan skautan út fyrir. Hann má vera með aðra löpuna fyrir innan og hinna fyrir utan. Þarna náðu þeir ekki alveg að koma sér út fyrir. Og þar að leiðandi það rángstæða, þá leikurinn stoppaður. Og hér bara treystu við dómunum. Við erum ekkert með eitthvað leiðilegt varkerfi. Já, vel gert, setta nú. Nei, hann skildi framhjá. Það var ég smá spennt. Þetta var Drú sem að náði þarna að komast inn í sendingu og ná skoti á markið. Nú ætla Akureyringar í sókn. Þetta Atli. Og Viggo hinum megin nær flottu. Æjæ. Þetta var rosa flott. Setti pökkinn á milli fótanna en rann svo bara. Kristján. Gunnar niður í horninu. Vignir kemur þarna niður. Nú þurfa Bjarnamenn. Emil með pökkinn. Hann bíður, að horfa hvar sér hann möguleika. Hann ekki búinn að finna það. Spila sér bara inn nær skoti, en þeir eru margir þarna fyrir framann. Missi pökkinn. Nú þarf það að gefa í Emil. Næjæjæj. Gunnar nær að feika og koma skoti á Holly. Og staðan orðin 4-0 fyrir Akureyri. Kannski verður þetta tekið fyrir á vídeófundi eftir helgi. Hvað haldið þið?
Þeir setja hann tilbaka, Tómas snöggur að senda hann yfir á Vigni, hann missir pökkinn en Úlfar meðan missir hann líka. Svolítið bras á miðjunni hérna. Vignir heldur pökknum, bíður eftir möguleika. Ef maður ekki með pökkinn þá þarf maður svolítið að gera sér sýnilegan, færa sér frá leikmönnum til þess að geta tekið sendingu. Þú vilt alltaf fá pökkinn. Þú ert alltaf að reyna að gera þig lausan til þess að ná honum. Menn eru svolítið að renna hérna, Birkir rennur hérna aðeins. Tómas fer með pökkinn bakvið, notar svo markið til þess að skýla fyrir leikmanninn, skýla sér fyrir leikmanninum. Akureyringar kom með hann. Þarna lúrir Róbert, þeir eru komin 2 á 1. Næri ekki að hitta pökkinn. Pökkurinn fer út fyrir og nú þurfa Bjarnamenn að gefa í. Jón Hlífar fer með hann fyrir aftamarkið, býður eftir sínum mönnum. Allir komnir á réttan stað og þá fer hann af stað líka. Hann næri ekki að taka pökkinn með sér, Bjössi er þarna að trufla. Nú þarf að finna sendingamöguleika. Þetta var ekki töff. Martin er með pökkinn, fara nú bara í gegn. Þessi beið hérna, Mattías. Snýr sér, Gunnar nær honum ekki. Sendingin fer aðeins framhjá. Skot frá Martin, bara rétt komin yfir miðjunar, förstu skoti en það fyrir yfir. Það geta allir byrjað að æfa íshokkí, svo ég segi ykkur það nú, ef þið eru að horfa og þið hugsið, ég er svo gömul, ég get ekkert byrjað að gera þetta. En jú, það er íshokkí fyrir fullorðna og það er bara hópur á Facebook sem þið getur fundið hér í Egilshöll sem heitir Fjölnir íshokkí fyrir fullorðna, eitthvað svipað. Þar getur þú bara byrjað að æfa og þú fær galla og lánaðan fyrst, getur prófað. Þetta er rosalega gaman. Mjög augljóst brot þarna hjá Viktori. Tripping heitir það eða fella. Og Fjölnisbjarnamenn verða færri í 2 mínútur. En eins og ég segi, það geta allir byrjað að æfa og þú verður ekkert svona fljótur eða með svona först skot strax, en maður er ótrúlega fljótur að ná þessu. Og þetta er hrikalega skemmtilegt sport. Þú þarft að hugsa, þú þarft að vera snöggur, þú þarft að vera sterkur. Þú þarft að hafa samhæfingu. Bara skemmtilegt. Og það er eins fyrir norðan, ef þið langar að byrja að æfa, þá bara mætur þú olnbogsæfingu. Prófa. Björni kemur pökknum út, vel gert. Emil var greinilega búinn að plana þetta, er komin hérna fyrstur fram og ætlar núna að halda pökknum hérna niður í svæðinu. Bíður eftir Tómasi, Martin er komin hinum megin. Skot fyrir Akureyringar komist inn í. Fór ekki Sindri niður á 1-9 þarna. Dómarar vita allir hvað það þýða. Ef dómarinn dettur, já. Róbert keyrir upp fyrir Akureyringa, skýtur, það fyrir hliðanettið og aftur fyrir markið. Martin kemur pökknum út, allalega yfir og Jakob stoppar hann þar. Þar er Atli, kemur fyrir aftan markið og nú stillaður upp. Einn að pressa frá byrninum, annar að pressa á miðjusvæðinu. Þetta er allt eins og leikbókin segir. Og Bjarnamenn gera vel í að ná pökknum hérna. Þeir eru duglegir í penalty killing. Enda er það ofta eitt af skemmtilegasta. Það er meiri pressa á þeir. Já, þeir koma nú út. Úlfar kemur pökknum út.
betra að koma honum svona hægt út. Þannig að allir séu lengi að ná í hann, heldur hann að dúndra honum. Og Holly ver þannig að pökkurinn fer yfir. Sýnist mér Ingvar bara komin í úlpu. Ætli hann kom ekkert meira inn á. Ég sé að Bjössi ennþá inn á. Þetta brot, finnst mér. Já, honum finnst það líka. Það víti en spennandi. Sindri dæmi víti, enda var hann einn kominn í marktækifæri og það brotið á honum. Skólabókardæmi. Nú vorum við lukkuleg. Það ekki oft víti í íshokkíleik. Hann fyrir pökkurinn á miðjuna. Markmaðurinn stillir sér upp. Það þarf ekki að vera sá sem brotið á sem að tekur víti. Við sjáum að Emil stígur upp og tekur þetta á sig. Hann ætlar að taka. Hann hefur örlitla reynslu í þessu. Einn besti, ef ekki bara besti leikmaður sem hefur spilað með íslenska landsliðinu. Hann íslenskur og sænskur. Höndlar þessa pressu mjög vel. Og allt klárt. Sjáum hvað hann gerir. Flott, feik. En Jakob ver þetta. Fimmtíu og ein sekúnda eftir að þessum leikluta. Það var ekkert úr þessu. En Akureyringar halda pökknum hjá sér. Verður ennþá ætla að halda honum þessa síðustu sekundur. Viktor sendir hann aftur í áttina til þeirra skot og stuttu færi en Martin að koma kylfunni fyrir þannig að pökkurinn fyrir yfirmarkið. Þarna misti einn kylfuna. Nú bara að halda pökknum, skynsamlega gert. Falur með hann, ætla líka að halda honum. Dómarinn smá fyrir. Ég held að það hafi líka gerst einhvern tímann að dómari hafi, ekki á Íslandi, orðið valdur að stóðsendingu fyrir mark. Ég held að ég ekki fara með rangt mál. Ef það einhver að hlusta hérna sem í Reykjavík, en eflaust ótal margir, þá langar mig að benda á svona hverfiskosningar. Í hverfið mitt hægt að líka við atriði sem hugmyndir sem borgarar koma með og Reykjavíkurborg velur svo úr. En það að bæta við skautasvelli. Mjög þarft til þess að bæta við æfingatímum. Þetta reyndar niður í Laugardal en við fögnum öllum fjölgunum á svellum. Það geti orðið til þess að liðum fjölgar. Þannig að tjekkja á þessu ef þið búið hér í Reykjavík. Þetta örugglega í hverfinu, Laugardalshverfinu sem þessi hugmyndi kemur upp. En nú tek ég mér smá hlé. Sjáumst eftir 14 mínútur.
Jæja, þá fyrir við að hefja þetta aftur. Það er ein lota eftir, 20 mínútur á fullt af hokki og nógur tími til þess að skora 4 mörk og 5 mörk. Ég heiti Steinunn Erla, ég ætla að vera með okkur inn á síðustu lotuna. Sjáum að Sindri og Jói og Emil eru farnir að gera sig klára þarna við upp miðjupunktinn. Emil vinnur þetta face-off. Finnst þið svo hann sé búin að vinna þau ansi mörg. Akureyringar stilla upp, koma góður spilu upp, Hafþór nær sendingu hérna yfir og ná skoti á mark. Þetta var mjög gott spil, alveg frá þeirra endasveiði, engin snertan á milli. Þetta voru 5 sendingar held ég og enduðu með skoti, en Holly sá þetta. Kannski sjáu þið litla skrýtna hringi hérna inn á svellinu, svona eins og skotmark. Þetta er ekki skotmark. Þetta er svona krullumerkingar fyrir íþróttina krullu. Tómas setti þarna pökkinn inn í svæðið. Emil fannst hann fara ansi nálægt hausnum á sér. Já, kemur. Góð sending fyrir. Emil náði skoti, en Jakob varði þetta. Og þá er það Robby, nær ekki að komast í gegnum þá. Enda 3 á móti 1. Jói Leifs með pökkinn. Og Bjarnamenn á honum. Hann er bak við, sendur hann á Úlfar. Úlfar setur hann yfir á Fal og Falur ætlar að reyna að komast hérna í gegnum. En fær öxlin á sér, öxlin á Hafþór í sig. Róbert sendir á Birki. Ormur er með pökkinn fyrir Akureyringa. Gunnar setur hann niður í horni og fer svo bara sjálfur. Og ætlar að spila úr þessu, nær hann ekki. Kyle og Andri Sverris þarna í baráttunni. Afmælisbarnið. Það má benda á það að þessir erlendu leikmenn í liði Bjarnarins eru enginn af þeim fengnir hingað til þess að spila íshokkí heldur. Komu þeir allir í félagið, sem er mjög skemmtilegt. Sóttust eftir því að fá að spila hér. Akureyringar, góð sending. Jói skýtur en það fer í varnarmann. Og Martin byrjar að setja hann yfir. Þar er Sölvi. Skýtur í varnarmann og pökkurinn er á leiðin út fyrir en Martin heldur honum inni, nær skoti en það er í varnarmann, nei, já, í Akureyring. Hann er sóknarmaður. Bjarnamenn eru með pökkinn, Viktor. Emil er búinn að spila sér lausan hérna, tekur hann, vel gert. Rétt framhjá. Náði skoti þó svo að varnarmaður var í honum.
Halda honum inni, já. Flott Viggo spila sig næsendingu fyrir en hvorki Emil né Kristján á pökknum. Og nú þarf skauta hratt tilbaka, kom í vörnina, það eru 2 á móti 3. Góð hugsun en enginn var með sömu góðu hugsunina. Það er erfitt með góðar hugsanir þegar maður er einn með hana. Oliver þetta léttilega. Gunnar frekar svektur með það sýnist mér. Já, við heyrum það. Koma svo Fjölnir, þetta er alveg að koma. Heyrist úr stúkunni. Beint á eftir þessum leik verður leikur kvennaliðana. Fyrsti leikur þeirra á þessu tímabili. Það verður gaman að sjá þann leik. Ég mæli með honum. Falur með pökkinn. Bíður eftir að Tómas komist fyrir fram að markið. Hann náði þó ekki sendingunni. Falur er aftan með pökkinn. Skýtur. Hann fer fram hjá. Nú er gott að senda hann hérna yfir á bláu. En ekki missa hann. Gunnar gerir vel. Nær föstu skoti í kylfuna hjá Holly og út fyrir ofan. Og ef að pökkurinn fer í netið þarna fyrir ofan glerið fyrir aftan þá er leikurinn alltaf stoppaður. Akureyringar vinna þetta face-off. Holly fór langt frá markinu sínu en það var engin hætta. Hér sjáum við Steinar. Já. Við heyrðum hvað hann sagði, eða ég heyrði það allavega, hann var ekki ánægður með þetta. Akureyringar ná skotið, það er hátt yfir í netið og það er flautað. Allt er klárt. Elva er búin að flauta, bíður eftir kylfunum og ísinn og þá setur hún pökkinn niður. Já. Jakob fristi pökkinn. Dómararnir bíða oft eftir að markmaður fristi pökkinn. Ef það er engin hætta, þá á markmaðurinn að spila pökknum út. Og þarna sjáum við að Sindri er eitthvað að ræða við Jakob. Kannski segja honum, herðu, þú gast nú alveg spila honum út, en hann hélt honum smá stund þangað til að dómararnir þurftu að flauta. Til að Bjarnamaður var komin nálægt. Annars eiga þær að spila honum. Pökkurinn er laus fyrir framann, Jakob sýnist mér vera með hann, já. Nú, ef það er mikil barátta fyrir fram markið, þið er ekki viss hvort að pökkurinn fór inn eða ekki, þá getið þið hort á ljósið fyrir aftan markið, græna ljósið. En það breytist þegar að pökkurinn fer yfir línuna, þarna situr markadómari og hann dæmir, ef hans er pökkinn fara yfir línuna, þá setur hann ljósið á. Auðvitað dæmir dómarinn inn á ísnum alltaf markið, en hann getur notað þennan dómara sér til aðstoðar. Smá snertingar þarna. Missi pökkinn. Og það er æsing. Bjarnamenn mig ekki skipta. Einn ósáttur þarna að fara út af. Það þýðir ekkert að láta skapið stjórna. Láttu bara kylfuna stjórna og settu orkuna þína í fæturnar og spila pökknum. Björnin vinnur þetta.
Sindri dómari flautar og stoppar, útskýrir, settu kylfuna niður á ísinn þegar að þú átt að gera það. Var þetta ekki góð útskýring? Já, Bjarnamenn verjast vel, missa hann þarna fyrir framann. Þú vilt ekki missa pökkinn lausan fyrir framann markmanninn. Þú vilt halda honum, en jú, rauðin á honum. Þetta er ekki ísing, hann var komin yfir miðjuna þegar hann setti pökkinn inn í svæðið. Gunnar ætlar að stilla upp, býður eftir manni. Setur hann á miðjuna. Þarna var Hafþór. Nei, Mattías, ég er ekki alveg að læra sumnöfnin. Þeir sem að fættust á þessari öld, þetta er svolítið erfitt. Við erum með stærri nöfn á skyrtunum ykkar. Já, Steinar nær að halda þessu inni. Nei, þetta er falur. Æsing. Elva dómari sem á skauta með pökkinn var valinn til þess að dæma á móti í Svíþjóð. Já, þeir finna upplýsingar um þetta á IHI.is. Man ég ekki hvað þetta heitir, en þetta heitir á sænsku. Þor ekki að fara með það, en mjög vel gert. Og gott fyrir dómarinn okkar að koma erlendis að dæma, það er bara auka reynsla fyrir þá. Hratt og flott hockey oft. Martin sett hann þarna mjög fast inn fyrir. Bara áttaðum pökkinn í horninu. Akureyringar koma út með hann, spilunum, fara fyrir aftan. Gott að skipta um hlið. Þegar allir eru öðru megin, þá viltu skipta um hlið, koma hinum megin. Og Akureyringar komnir í sóknina. Hvað verður á þessu? Vel varið hjá Holly. Dauðafæri hjá Akureyringum. Og nú er að koma dómur. Sindri er með hendina uppi. Það er tripping. Þetta er Hanne Vignir, sýnist mér. Nei, þetta er Steinar. Ef þið sjáu að dómarinn er búinn að setja upp hendina og leikurinn er ennþá í leik, þá þýðir það biðdómur. Hann er að fara að dæma, en hann dæmir ekki fyrir að liðið sem að braut af sér er búið að snerta pökkinn og er komið með vald á honum. Þá flautar hann og þannig gefur hann liðinu sem brotið var á í raun og veru tækifæri til þess að vinna úr þangað til að flauta er. Björnin, Vignir setur hann inn og Emil er mættur þarna. Sjáu þið nú hvað er að fara að gerast. Hann skýtur rétt framhjá. Kemur. Lýsendur eru sko hlutlausir. Við höldum bara með mörkum. Við viljum mörk. Þess vegna var ég svona spennt. Viktor dundrar pökknum út, hann fyrir aftur fyrir marki og Jakob stoppar hann, býður eftir leikmanni sem ætlar að fara aftur fyrir og stilla upp. Hann ákveður að vera ekkert að stilla upp, heldur keyrir hann bara inn. Náði skotið sem að Holly varði. Falur kemur þarna með pökkinn, en Akureyringar ná að snúa og eru komnir núna 2 á móti 1. Sjáum hvernig Martin setur þetta upp. Já, nú er að gera. Já, skot í púðana hjá Holly.
Flott, Viktor setur hann út fyrir. 10 mínútur eftir. Og það enn nógur tími fyrir 4-5 mörk. Já. Snöggi núna inn fyrir. Jakob tekur þennan pökk. Nú í kvennaleiknum á eftir sem ætti að byrja 7:30 eða bara þessi leikur búinn og uppbytun og ís lokið. Þá mætast leikmenn sem að hafa skipt lið. Til að mynda markmaður SA-inga á síðasta tímabili er markmaður Bjarnarins núna, hún Birta. Teresa er að koma, er Akureyringur en er að koma frá Svíþjóð held ég. Og er komin í lið Bjarnarins og svo er það Herborg sem er nú Akureyringur en var að spila með bitinu hérna á síðasta tímabili, var áður í Noregi. Hún er komin í SA og verður gaman að sjá þessar stelpur mætast. Það er alltaf gaman þegar það er aðeins hrært upp í liðunum. En það eru allir vinir, bara mætast inn á ís og keppa og svo eru allir vinir. Bjarnamenn eru með pökkinn í sínu svæði. Þurfum nú að ná honum svo getum senda hann út. Kristján var aðeins helst til rólegur hann með hann. En vinnur hann og við erum með pökkinn. Sending fyrir sem að fer í gegnum allt en línudómarar veifa þetta af, þetta er ekki ísing. Þá reyna Akureyringar að snúa stökkt og nokkrir Bjarnamenn skiptu. Þið sjá að hendin er uppi, það er biðdómur. Það er Falur, hann er að fara í annað skipti í bóksi. Hann fekk 2 mínútur og ég bara glemdi að horfa fyrir hvað. En það sem hann getur gert þegar er biðdómur af því að dómarinn flautar þegar að brotliðið er komið pökkinn að þá getur markmaðurinn í hinu liðinu skautað út af og skipt við útispilara og liðið sem er brotið á þar leiðandi orðið 6 á móti 5. Það er að segja 6 útispilarar á móti 5 útispilarum. Þetta getur reynst mjög vel. Þarna kallar Jóa pökkinn, fær hann í skautan, ekki nóg gott. Bjarnamenn fær í skiptingu og SA-ingar vilja núna stilla upp. Og Bjarninn setur hann út fyrir, Viktor gerir það. Jakob þarf að stoppa hann fyrir aftan mark. Býður eftir Gunnari. Oliver þetta. Er Holly ekki bara flottust? Menn eru búin að stilla upp. Bjarnamenn vinna þetta og nú þarf að koma honum út fyrir. Koma honum alla leið út. Já, kemur skot. Já, Oliver þetta. Við Bjarnamenn fyrstir í pökkinn, Emil kom með hann. Nú þarf hann að koma honum út fyrir. Vignir skýtur hann með miðjuna og þar býður Viggo. Hann náði honum ekki fyrir skiptingu. Og þá er það Atli nær að leika á 1. Býður fyrir aftan markið eftir sendingamöguleika. Þarna kemur skotið og því er speglað beint í Holly sem að vera þetta. Þeir eru ennþá með pökkinn. Ná ekki skoti. Varnarmennirnir láta og svo sannarlega hafa fyrir hlutunum. Já, menn vaða bara í allar
snertingar sem að hægt er. Nú markmaður SA-inga að berja í ísinn eins og þið kannski heyrðuð. Það til þess að gefa liðinu sínu merki að maðurinn sé að koma inn á og nú kemur Falur inn á úr bóksinu. Það má sko alveg íta smá í íshokkí eins og þið sjáið. En það gerur líka þegar þú ert í baráttu pökkinn. Hann er kominn Mikael, Drew fylgir honum og Steinar. Þarna blálinn býnur Martin, kemur skoti á en auðvelt fyrir varnarmann að taka þetta. Tómas og Martin, menn stilla sér upp. Það er rosalega gott að hafa góða svona hliðarsjón þegar þú spilar hokkí. Þú getur horft þó þú sérst að skauta og horfa beint áfram og þú sjáu hvað er að gerast til hliðana við þig. Tómas skautar hérna upp miðjuna og leikur á það nokkra og ná ekki koma skoti. Þá kemur Tómas bara aftur og nær næstuð í pökknum. Akureyringar komnum pökkni, ná skoti, Holly verða. Björnin kom með þennan pökk. Missa hann, smá stund, ná hann aftur. Þetta er svolítið fram og tilbaka, ping-pong, köllum við þetta. Náði ekki alveg pökknum. Jói Leifs nær honum aftur á móti. Hann er ekki farin út fyrir, segir Elva. Hún sér þetta miklu betur en ég. Þarna fer hann út fyrir bláu og nú er Björnin komin í sókn. Nær hann skoti? Nei, hann náði ekki. Varnarmenn SA duglegir þarna að trufla með kylfunni. Ekkert, hann fellur. Ekkert af það. Vignir. Kristján er hérna tilbúin fyrir aftan hann. Vignir nær ekki að koma sendingu fyrir. En við erum þeir eru ennþá með pökkinn. Ekki við. Vignir á Tómas. Viggo nær skoti frá bláu. Þeir spegla en það fer framhjá. Vignir með skot, rétt framhjá. Nú þarf þessi skot bara að fara inn. Þarna snertu Bjarnamenn ekki pökkinn af því að þá hefði verið dæmt. Þeir sáu að Viggo tók hann með hendinni, sett hann niður og þá máttu félagar hans ekki taka við honum. Pínu svona eins og eldkúla sem enginn má snerta. Það eru 4 mínútur eftir. Hvað segið þið? 4 mörk á 4 mínútum? Það var alveg hægt. Það væri geggjað. Kristján Albert reynir að setja hann á Robba, nær ekki komast í gegnum Akureyringarna hérna á bláu línunni. Enda erfitt svæði að vera að senda á bláa línan. Þetta getur nú verið æsing, eða ekki? Elva var með hendinu uppi en Óli sagði nei. Úlfar, nú skaltu gefa í Úlfar. Einhvern vantar með honum til þess að taka skotið. Þarna kemur hann, skjótu. Hann er varið. En góð tilraun hjá bandamönnum. Þrjár mínútur tæpar eftir.
skotið þetta framhjá. Nú fyrir að spila úr þessu. Já. Koma svo alla leið. Skjóttu og setta hann inn. Nei, það munaði engu. Pökkur þessi fyrir hliðanetti. Og Akureyringar ná að spila honum út. Nei, ekki alveg. Tómas heldur honum inni. Já, beint á Holly sem að vera þetta. Tvær og hálf mínúta eftir. Pökkurinn er kominn á Gunnar. Hann lítur upp. Setur hann svo bak við markið. Og pökkurinn er kominn út fyrir. Smá barátta hérna fyrir ramman. Sindri dæmir. Cross-checking á þennan unga mann í SA sem að heitir 18. Ormur Jónsson. Þetta merki, allir dómarnir hafa merkingu. Ef þið viljið vera all in þá farið þið náttúrulega bara á Google og flettið upp svona myndaspjaldi til þess að skilja hvaða merkingu dómarinn er að gefa. Þetta er cross-checking. Það ert að setja kylfuna, keyrir með kylfuna í leikmanninn. Það áttu við sjálfsögðu ekki að gera. Skora með kylfinu og senda með henni. Emil vinnur þetta. Róbert með pökkinn, setur hann inn í horni. Nú hafa Gráósmenn tækifæri, einum fleiri, til þess að setja mark sitt á leikinn. Emil er þarna niðri, setur hann upp á Viggo, yfir á Róbert. Niðri í horninum hinum megin byrjar Viktor. Núna laumar Viktor sér inn. Og Emil setur hann hérna á Viggo aftur. Það var þolinmæði í svona kerfi. Finna rétti tækifærið til þess að senda. Og Róbert heldur þessi inni. Skotið kemur, Jakob sendir hann út í hornið. Og Bjarnamenn á honum. Það er falur. Viggo er komin hinum megin. Emil er komin á blálínuna. Við skiptum stað. Viktor fær hann í sig. Og þá nota menn tíman til þess að skipta. Emil er með pökkinn í varnarsvæði sínu. Setur hann á Martin. Martin fer aftur tilbaka því þannig er einhver sem að truflar hann. Bíður eftir sínum mönnum. Stillu upp. Nú fer allt af stað. Beint á Tómas með pökkinn. Þarna á, þetta átti sennilega ekki að fara svona. En Halldór, hann er ósammála því og keyrir hérna gegn og truflar Bjarnamenn. Vignir á Tómas. Tómas fyrir aftur á Vignir og nú þarf að koma á móti pökknum. Já, og inn með hann. Úli er komin hann inn í horni. Gott. Færi, pökkurinn er laus. Kannski flautað aðeins of snemma. Sindri sá ekki að pökkurinn hefur laus og flautað þar leiðandi til þess að stoppa leikinn. Svo ræða menn aðeins þarna saman. Það þarf ofta aðeins að tala einhver mál. Klappa hvorum öðrum. 18 sekúndur eftir. Ég held að komi ekki 4 mörk núna. En það getur komið 1. Þó ég sé algjörlega hlutdræg og óhlutdræg og allt það, þá hefði nú verið gaman að fá fleiri mörk hérna í þetta rauðamark. Það var leikurinn úti.
SA-ingar taka sigurinn hérna á Egilshöll 4-0. Við þökkum fyrir leikinn, við þökkum áhorfendum fyrir komuna og við þökkum ykkur fyrir sem að hlustuðu. Og alls ekki fara neitt langt af því að það annað streymi á eftir. Kvennadeildin er með leik. Fyrsti leikur SA og Bjarnarins í Hertsdeild kvenna og hann verður æsi spennandi, get ég lofað ykkur. Ég ætla bara að lofa því. Annars hittið mig bara á förnum. Takk fyrir mig, ég heiti Steinunn, bless bless.